Borgarfulltrúi tekur til máls. Frú forseti og ágætu borgarfulltrúar, ég hef undirritað svohljóðandi lausnarbeiðni, undirrituð Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi, óskar hér með eftir því við borgarstjórn Reykjavíkur með vísan í 2. málsgrein 30. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 að henni verði veitt lausn á störfum sínum til loka kjörtímabilsins þar sem hún hverfur til annarra starfa. Ég vona að þið samþykkið þessa lausnarbeiðni. Ástæðan, það ekkert endilega þörf fyrir mig hérna, þetta svo vel skipaður hópur og ég treysti ykkur öllum, 15 og líka fyrstu varaborgarfulltrúum, af því hér nú hérna Líf Magnúðardóttir og Magnús Már Guðmundsson sem verður fyrstur og Hildur Sverrisdóttir, Greta sem fyrsti varaborgarfulltrúi Framsóknarflokksins. Ég treysti ykkur öllum til þess að standa vel að borginni og ég finna að það kannski bara þörf á því að ég fari til annarra starfa og borgarstjórnin mjög vel skipuð núna. Mér langar, það í rauninni tvennt sem mér langar til þess að gera umræðefni hér, á þess að ég ætla að halda hérna langar lokaræðu. Það eitt varðandi vinnubrögðin. Frænka mín, náfrænka mín, Hanna Birna Kristjánsdóttir, fyrrverandi borgarstjóri, hún talaði oft hér sættir. Fyrrverandi borgarstjóri og fyrirmynd mín á mjög margan hátt, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, hún talaði líka mikið samtalsstjórnmál, samræðustjórnmál hérna. Og mér langar að minnast á þær tvær því að það svo margt sem að mér finnst benda til þess að við þurfum að tala meira saman og vinna meira saman að ákvörðunum. Og stundum við bara ósammála og þá það líka bara allt í lagi. Alveg svo hér áðan, þá vorum við að afgreiða tillögu að sniðganga ísraelskar vörur og við greiddum atkvæði bæði með og á mót og sátum hjá og það bara allt í lagi. En þegar við erum að taka ákvarðanir sem að varðar borgarbúa, þá borgarbúar þessi 120.000 svo margvíslegir að þeir geta ekki hólfast niður eftir stjórnmálaflokkum. Þannig að við eigum að taka meiri sátta ákvarðanir. Og ég einmitt núna, þegar ég fer til Palestínu, að fara á námskeið í sátta ákvörðunum, consensus decision making, vegna þess að þeir sem eru sjálfboðaliðar hjá þeim samtökum sem ég að fara að vinna með, þeir þurfa að geta tekið slíkar ákvarðanir. Þannig að mér finnst það svolítið sérstakt að vera að fara úr stjórnmálunum í sjálfboðaliðastörf og þurfa að fara á námskeið í svona non-violence action eða í friðsamleg mótmæli og í sátta ákvörðunum. Og ég bara var stolt af því. Kannski ættum við að koma á slíku námskeiði. Ég á náttúrulega eftir að fara á námskeið og sjá hversu gott það En ef það gott, þá kannski bara býst ég til þess að halda svona námskeið í upphafi hvers kjörtímabils. Af því að, eins og ég segi, borgarbúar þau vilja meiri sættir eða þá bara skýra línur að það sé ekki sátt. Og þá hefur hver og einn sín rök fyrir sinni afstöðu og þarf bara að leggja hana fram. Þannig að mér langar aðeins að minnast á þessar tvær konur, Ingibjörgu Sólrúnu og Hönnu Birnu, sem voru þekktar fyrir þessi hugtök hér á árum áður, að tala sáttapólitík og samræðustjórnmál. Velferðin mér mikið hugðarefni, en ég ætla ekki að tala hana hér, vegna þess að ég búin að gera kannski helst til og mikið af því undanfarið og með misjöfnum árangri að mörgum hefur fundist vera of svona gassalega eða brussulega í þeirri umræðu. Og ég bara að brussa í eðli mínu og segi hlutina bara eins og eru og það af hinu góða held ég. En mér langar aðeins að ræða sem að mér finnst vera stóra málið og ég ætla að hvetja ykkur til þess að vakta sérstaklega. Það að Reykjavíkurborg geti orðið borg sem að ungt fólk bæði vill og getur búið í. Og það tvennt sem að þar eiginlega undir.
til þess að ungt fólk geti búið í Reykjavík, þá þarf það að geta fengið húsnæði á viðráðanlegu verði. Það þarf að geta sest hérna að. Það þarf að geta keypt sér húsnæði eða leigt sér húsnæði á annaðhvort almennu markaði eða í gegnum félagasamtök eða Reykjavíkurborg. Því að við viljum ekki bara eins konar ungt fólk í Reykjavík, við viljum bara mjög mikinn fjölbreytileika af ungu fólki. Því þetta nefnilega, mér finnst borgin standa á svo miklu tímamótum. Ég hélt hérna ræðu nýverið sem að ég fór með söngina Spubba Mortens, aldrei fór í suður. Af því að mér finnst við standa á þeim tímamótum mögulega að vera borgin sem verður svona skilin eftir með gamla fólkinu og unga fólki fer allt til Evrópu eða annars staðar í heiminn til þess að nota tækifærin þar, af því að þar sé svo gott að búa. Því að þar stuðningur við ungt fólk í ýmiss konar formi. Þannig að við þurfum að hafa húsnæði fyrir unga fólkið. En til þess að borgin geti verið borg sem að unga fólki vill búa í, unga fólki sem að flest hvert fer erlendis í styttri eða lengri tíma til þess að njóta fjölbreytileikans, þá þurfum við einmitt að vera borg sem að heldur úti góðri menningu. Þannig að það sé skemmtilegt að búa hérna. Því að það bara ógeðslega leiðilegt að búa á stað þar sem að mannlífið daburt. Þess vegna verðum við að styðja undir menninguna og við verðum í skipulagi eins og aðalskipulagið gerir að ýta undir þéttleika byggðarinnar. Því að ungt fólk sem vant í að dvelja og búa erlendis í borgum þar sem það alltaf fullt af fólki í kringum það, því að þéttleikinn svo mikill, það getur svo illa komið hingað og farið að búa þar sem það sér aldrei nokkurn mann. Það svo leiðilegt. Þess vegna það algjört grundvallaratriði fyrir framtíð Reykjavíkur að hér sé þétt borgarbyggð þar sem skemmtilegt og bara menning. Við þurfum líka að tryggja fjölbreytileikann þannig að við verðum ekki svona. Og þar með langaði mig til þess að tala aðeins málefni flóttamanna því að það svo mikið á dagskránni núna. Þá held ég að það sé bara hluti, veruleiki sem við verðum að takast á við að svona einsleitni ekki lengur til í heiminum. Fólk á eftir að vera miklu meira á ferð á næstu áratugum en það hefur nokkuð tíman verið vegna loftslagsbreytinganna og vegna efnahagslegs mismununar milli norðurhvels og suðurhvels. Internetið, það gerir það að verkum að ungt fátækt fólk í stéttleysstétt á Indlandi getur á kaffihúsum séð hvernig við búum það. Og af hverju ætti það að sætta sig við algjört stéttleysi og fátækt í sínu heimahéraði. Þannig að við höfum skapað samfélag sem við verðum að opna og leyfa öðrum að taka þátt í. Þannig að mér finnst þetta að vera svolítið stóra málið að borgin einhvern veginn sé borg sem að ekki bara flóttafólk heldur bara ungt fólk og bara fólk vilji setja stað í. Og þar það skemmtilegheitin og mannlífið og borgarbragurinn sem koma með þéttleikanum og svo bara húsnæði til þess að það þurfa allir að hafa þak yfir höfuðið, hvort sem að fólk sé efnafólk eða fátækt fólk. Og síðan þurfa allir að fá hlutverk í lífinu. Við megum aldrei afskrifa fólk og ætla því bara að vera til hliðar, því að það svo dýrt, ekki fyrir samfélagið, það bara svo brjálæðislega dýrt fyrir heilsu einstaklingsins sem tapar heilsunni ef hann fær ekki hlutverk í lífinu. En ég treysti ykkur til þess að sinna þessu málum. Ég held að mínum kröftum verði betur varið einhvers staðar annars staðar. Ég veit ekki hvað velferðarþjónusta vill ráða mig eftir áramót sem félagsráðgjafa. En ég ætla að leita mér að vinnu þá. Og ég held að ég sé nefnilega mjög góður félagsráðgjafi. Af því að ég sparka svo fast í stáltáli. Eins og einhverjir sjá það fyrir sér. En það bara vegna þess að ég hef svo óbúslega mikla tröll að trúa fólki. Mér finnst fólk svo skemmtilegt. Og það svo gott og það bara, ég skil ekki af hverju fólk getur ekki verið bjartsýnt á lífið og tilveruna af því að það svo mörg tækifæri fyrir bæði hvern og einn og bara fyrir okkur sem hóp og fyrir borgarstjórn sem einingu. Að það svo mörg tækifæri í lífinu
Þannig að ég ætla að reyna að finna þau. Ég ætla að byrja í Palestínu, fer á sunnudagskvöldi næsta og ætla að reyna að vera sjálfboðaliði þar með konum, hjálpa fólki að tína ólífur eða komast leiðarsinnar að ökrunum og hjálpa börnum að komast leiðarsinnar í skólan, þeir sem búa næst landtökufólkinu sem að trúir að þau hafi allt vald sitt og þar með göngustígana sína og vegina sína frá Guði. Ég hef ekki trú á því, en ég hef samt mjög sterka trú. En ég er að kveðja hér og ég held að, þú sé á til að sakna ykkar sem einstaklinga, en mér finnst það svo gott að vera búin einhvern veginn. Ég finn það að minn tími er svo kominn að ég er svo búin að mér finnst ég ekkert eiga eftir að segja og það er ótrúlega þægileg tilfinning. Þannig ég get bara farið út og á ekki eftir að segja neitt. Það er bara ógeðslega þægilegt og það sem á eftir að segja, það getið þið öll sagt. Takk fyrir mig og góða ferð. Borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir hefur lokið máli sínu. Þá er hv. borgarstjóri næstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi er að biðjast lausnar og fyrsta spurningin sem leitar upp í hugann má segja nei. Ég held við eigum að segja já, en það er ekki vegna þess að það verði auðvelt að fylla skarð Bjarkar Vilhelmsdóttur. Og ég hef reyndar nefnt það nýlega áður í þessum sal að við þurfum að hafa þverskurð af samfélagi í því hlutverki að stjórna borg og því hlutverki að stjórna landi. En Björk er á eitthvað svona yndislegan hátt þverskurður í sjálfri sér. Og ég rifjaði það oft upp þegar maður var á kosningafundunum og fekk það beint í andlitið sem kannski átti við að einhverju leyti að maður hefði enga reynslu af lífinu. Það er ekki eins og maður hafi verið í fangelsi. Þá gat maður alltaf sagt, nei, Björk Vilhelmsdóttir, hún var fangavörður. En þú er ekki verið á sjó, nei, Björk, hún var hérna kokkur á sjó. Já, þú verið hins vegar aldrei verið farandverkamaður, nei, Björk var farandverkamaður. En í landbúnaði, já, Björk var svínahirðir í Danmörku. Og þannig gat maður vikið sér svona fimlega undan eða bara stillt sér svona til hliðs og baku Björk Vilhelmsdóttir sem að var svolítið skjöldur og reynsluboltinn sem að hafði marga fjöruna sopið og fyrir þá sem ekki vissu það var rekinn úr grunnskóla fyrir að reiki tímum. Fyrirgefðu Björk. En Björk er alltaf að toppa sig, þannig að núna 5 dögum eftir og hún er á forsíðum blaðanna fyrir það að vilja sparka í rassinn á fólki, þá boðar hún endurkomu sína og þá ætlar hún að kenna sáttamiðlun. En ég held að mamma Stáltá getur nefnilega hvoru tveggja. Hún getur bæði talað skýrt og sett mörk þegar það þarf, en líka verið blíð og umfaðmandi og sýnt þeim hlýju sem þurfa. Og þannig er margt gott fólk sem kann samskipti en kann líka að vera ærlegt og segja það sem segja þarf. Og þannig kona er Björk Vilhelmsdóttir, borgarfulltrúi. Hljómar mjög einkennilega að segja Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi í svona löngu, svona þegar maður er að tala við eitthvað sem er vinur sinn. En ég vil ekki að forseti ryðjist inn í ræðuna með áminningu. En ég get líka fullvissað það að okkar hugur fylgir þér til verkefnina í Palestínu, en ég veit að þú átt líka heilmargt óunnið, bæði í pólitík og öðru, eftir að þú kemur tilbaka. Ég tek hjartalega undir með þér að stóra verkefni okkar sem eftir sitjum í borgarstjórn og verkefni samfélagsins er að búa til samkeppnishæft samfélag þar sem fólk vill búa, sérstaklega ungt fólk, og þar skiptir velferðin, öryggisnetið og grunnurinn gríðarlegu máli. Húsnæðismálin og húsnæðisöryggið, verkefnin sem við höfum látið sumt annað víkja fyrir að undanförnu til þess að takast á við, skiptir gríðarlegu máli, en líka áhugaverð atvinnutækifæri og það að sjá Reykjavík og Ísland sem svona stað vona sinna, drauma sinna. Og ég skora á þig með alla þína reynslu að hætta ekki að tala þó þú hafi nánast verið að boða hérna
áður og hætta ekki að vera í sambandi við okkur hin sem eftir sitjum með hugmyndir, ábendingar eða hreinskilna gagnrýni þegar það við á. Eitt var ég alveg hjartanlega ósammála þér í viðtalinu sem mér fannst annars leiftrandi af mikilvægum skilaboðum inn í samfélagið, og það var það sem var nú ekki beinlínis haft eftir þér heldur svona einhvern veginn ort þér í orðastað ranglega held ég að þér hafi mistekist í velferðarmálum eða í velferðarráði. Það algjörlega rangt. Og þegar Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi talar það að hún vilji eitt tæki til viðbótar til þess að vekja þá sem á þurfa að halda og hvetja þá til atvinnuþátttöku í stað þess að vera á fjárhagsaðstoð, að þá þekki ég Björk Vilhelmsdóttur borgarfulltrúan sem stóð í fararbroddi fyrir því þegar atvinnuleysis holskeflan skall hér á fyrir nokkrum árum, að í stað þess að skipuleggja bara námskeið að þá færum við það með fyrirtækjunum í landinu, atvinnulífinu í landinu, samtökum atvinnulífsins og verkalýðshreyfingunni, að búa til verkefni liðsinn og önnur verkefni þar sem voru skilgreind störf. Þannig að það voru ekki hefðbundin velferðarúrræði sem mætti fólki sem var atvinnulaust, það hafði verið langtíma atvinnulaust, heldur raunveruleg störf hjá raunverulegum fyrirtækjum eða raunverulegum stofnunum á Reykjavíkurborg, því að það væri besta endurhæfingin eftir langtíma atvinnuleysi. Og þó vissum við öll að allar rannsóknir sýna að ef þú ert meira lengur atvinnuleysin í 1 ár, að þá eigiru kannski nánast ekki að eiga afturkvæmt á vinnumarkað. Liðstyrkur, liðsinn og þessi verkefni sem meðal annars voru knúin af ákveðnum hugsjónaeldi að vinna væri málið, afsönnuðu þessar kenningar. Hóparnir sem fóru inn í framhaldsskólana og háskólana beint af atvinnuleysisbótum náðu betri námsárangri heldur en fólki sem var þar fyrir og meiri námsframvindu. Fólki sem fór í vinnu sannaði sig og þannig var það líka, og það voru ekki lítil læti í kringu það þegar að Björk Vilhelmsdóttir, þáverandi formaður velferðarráðs, vildi að unga fólkið hætti að koma beint úr skóla inn á bætur á sumrin og vildu búa til sumarstörf og þannig stoppa í raun þá gríðarlegu aukningu sem við sáum þar. Nei, þetta voru verkefni sem einfaldlega sönnuðu að gagnvart tilteknum hópi að þá vinna málið en ekki einhver önnur hefðbundnari úrræði. Þannig að það eins fjarri lagi og nokkuð getur hugsast að Björk Vilhelmsdóttir hafi mistekist sem formanni velferðarráðs eða í þeim verkefnum sem hún var í velferðarráði. Og ég bara vil mótmæla því bara harðlega. Og þó ég bara að fjalla þetta brot vegna þess að tengir svo þessu viðfangsefni sem hefur verið hvað mest til umræðu. Og það skulum við bara muna í þessu öllu saman, að það með velferðarþjónustu og velferðarmál eins og samfélagið í heild sinni að fólk bara einfaldlega misjafnt. Og það mismunandi statt í lífinu og það á mismunandi köflum í lífinu og það mismunandi hlutir sem eru réttir á mismunandi stundu. Og hlutverk okkar sem borgaryfirvalda, og það hefur Björk Vilhelmsdóttir kennt mér, að mæta fólki á þess eigin forsendum en af fullri trú á einstaklingnum og manneskjunni sem situr á móti þér eða í þessum aðstæðum og hjálpa fólki til sjálfshjálpar og lykillinn oftast hjá því sjálfu. Því trúa allir sem nálgast velferð sem mannréttindi. Þetta búið að verða lengra en ég ætlaði, en ég gat ekki orða að bundist eftir umræðu helgarinnar og eftir þessa lausnarbeiðni. Björk, þakka þér kærlega fyrir sem vinur samstarfsfélagi og ég eftir að sakna þín. Það verður erfitt að fylla skarðið, en við erum mörg og við verðum bara að reyna að gera það saman. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu, þá Elsa Jómenn, borgarfulltrúi næsta mælendaskrá. Forseti,
ástkæra borgarstjórn, eins og sumir hefur sagt. Ég langaði bara rétt til þess að koma hingað örstutt og þakka þér fyrir samstarfi. Og takk fyrir að taka svona vel á móti mér og okkur trúðunum sem komu hingað inn árið 2010. Þeir voru ekkert allir í borginni, sérstaklega ekki í þessu herbergi mjög glaðir með okkur. Það ekkert ástæðulausu að ég fann upp þetta nafn á því Mamma Stáltó. Ég sé það í tærnar og þetta á bara mjög vel við. Og ég vil líka segja það í hjartað og við öll sem hér inni erum og erum bara, já, ótrúlega stolt yfir öllum þeim tíma sem við höfum fengið að vera með þér í þessari vinnu. Og mér langar bara að segja þér að þú segir að það sé ekki tilgangur fyrir þig hér, það sé ekki hlutverk fyrir þig hér lengur. Það bara þannig eins og þér líður, okkur líður ekki þannig. Og svo sat ég og var að reyna að hugsa það, hvar ekki, þú sagði hlutverk, já. Svo ég segi bara, hvar ekki hlutverk fyrir þessu konu? Það ekkert hlutverk í heiminum sem að þarf ekki á þér að halda. Engin staður, það eru rosalega fáir staðir sem að þú ættir ekki vel heima. Og mér langar bara til þess að segja, ég þykir ótrúlega mikið vænt mig og takk fyrir alla hjálpina og gangið vel og góða ferð og takk fyrir að kjósa Reykjavík. Elsa Jómann, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og þá tekur Björn Blöndal, borgarfulltrúi, næstu til máls. Forseti og ágætu borgarfulltrúar og kæri borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir. Ég tók nú gleraugun með mér af því að ég var búinn að punkta eitthvað smá hjá mér og ég hræddur að ég myndi gleyma því öllu. En ég þarf það ekkert, sko. Já, ég hugsaði þegar að við byrjuðum meirihluta viðræður, Besti flokkurinn og Samfylkingin 2010. Þá hugsaði ég, þegar ég sá Björk, þessi var erfið maður. og hún var það líka. En samt einhvern veginn svona á einkennilega jákvæðan og frábæran hátt, sko. Og hún var svona, já, ég var nú eitthvað aðeins að reyna að segja þetta áðan, en Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi, hún getur verið afskaplega krefjandi og hún getur ýtt fólki svona að ytri mörkum. Og það auðvitað rosalega mikilvægt að sérstaklega í svona samsetningu á hópi, það þarf að vera einhver, sko, sem tilbúinn að ýta að ytri mörkum, af því að þá víkkar sjóndeildarhringurinn smám saman. Það gerist ekki í einu skrefi. Alveg eins og tillagan sem hún var að flytja borgarfulltrúin, að það leysir ekki vandan, það leysir ekki illindin og vesenni milli Ísrael og Palestínu. En það eitt skref, skilurðu. Og mér finnst já, það svo sem búið að segja svo margt fallegt þig og gott. En ég ætla bara að þakka fyrir mig og þakka þér kærlega, Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúi, fyrir samstarf sem hefur verið mjög gott. Og þú ert einn skemmtilegasti og einn af því samstarfsfólki sem ég hef átt, sem hefur haft mest áhrif á mig. Og ég var bara að fatta núna á þessari stundu að sennilega á ég raunverulega eftir að sakna þín mjög mikið. Takk fyrir. Þá borgarfulltrúi Björn Blöndal lokið máli sínu. Þarf ég að segja þetta svona? Hver vill tala næst? Þá það Sóley Tómasdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, góðir borgarfulltrúar.
Þá hefur borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir lokið við að gera grein fyrir lausnarbeiðni sinni og flutt kveðjuræðu sem að jafnframt var eins konar stefnuskrá. Þar sem hún fór yfir það sem við hin áttum eftir að gera í húsnæðismálum og í mannréttindamálum og í alþjóðamálum og í velferðarmálum. En hneykti svo út með því að segja að hún ætti ekkert eftir að segja, sem er náttúrulega kjaftæði. Björk Vilhelmsdóttir, borgarfulltrúi, er litrík, hún er sterk og hún er stórskrítin. Hún getur verið algjörlega óþolandi og hún getur verið algjörlega dásamleg. Björk Vilhelmsdóttir, borgarfulltrúi, er eiginlega, hún er dálítið eins og mamma mín og dálítið eins og systur mínar. Það er ekkert mjög margir aðrir sem að fá að fara eins nálagt minni tilfinningarlegu kviku og hún. Og það er bæði pólitískt og persónulega að ég hef, og það er, sko, ég hef sagt 100 sinnum frá því hvað við höfum grátið oft saman og hvað við höfum hlegið oft saman. Við höfum tekist á þannig að við höfum öskrað okkur aðra og grátið, en við höfum líka hreinsað andrúmsloftið fyrr og hraðar og betur heldur en ég hef getað gert með nokkrum öðrum samstarfsmanni, vinkonu eða frænku, hverjum sem er. Það er einhvern veginn þannig að það er auðvelt að takast á við Björk og það er auðvelt að vera vinkonu og samstarfskona Bjarkar, þó það reyni á. Það er samt sjúklega erfitt að tala Björk Vilhelmsdóttur, borgarfulltrúi, það er sjúklega erfitt að kveðja þig. Kveðja hana, það er mjög erfitt að fylgja líka fundarsköpum hér við svona persónulegar aðstæður. Björk Vilhelmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur gert margt frábært og hún hefur haft mjög mikil áhrif. Við höfum verið, eins og ég hef oft sagt, ósammála margt, en það skiptir engu máli í dag. Í dag er ég bara þakklát fyrir það sem að Björk Vilhelmsdóttir hefur gert. Ég samgleðst henni innilega fyrir að ákveða að hætta, fyrir að taka þetta skref og fyrir að prófa eitthvað nýtt. Björk verður ævinlega vinkona mín. Hún mun ævinlega fylgja sannfæringu sinni. Hún mun ævinlega berjast fyrir betri borg og bættum heimi út frá sinni eigin sannfæringu sem að ég er kannski stundum ósammála. Og trúi mér, hún Björk Vilhelmsdóttir, borgarfulltrúi, hefur á svo sannarlega ekkert ósagt. Og nú eftir að láta í sér heyra bæði gagnvart okkur og öðrum ef henni sýnist svo og það er gott. Ég stóla á að við munum fá að heyra frá borgarfulltrúanum bæði hvað varðar gott og vont og að við höfum eftir að vera í sambandi ókomin ár þó svo borgarfulltrúin hætti hér í þessum sal. Takk fyrir allt. Halldór Auðar Svansson, næstur á mælendaskrá. Forseti og borgarstjórn, við kveðjum hér borgarfulltrúan Björk Vilhelmsdóttur. Hún hefur óskað lausnar og ég ætla ekki að setja mig upp á móti því. Það er hennar val, býstu við. Og ég held ég muni koma til með að sakna hennar, þó að kynnin hafi nú ekki verið löng, þó hafa þau verið ánægjuleg að mestu. Og Björk er manneskja sem að liggur ekki á sínum skoðunum og hreyfir við eins og sást og hefur verið rekið hér, sást núna í eftirminnilu viðtali á föstudaginn. Hennar stíll er kannski svolítið ólíkur mínum í umræðinni. Ég er venjulega frekar varkár og diplomatískur og reyna að taka tillit til mismunandi sjónarmiða, allra í einu jafnvel. En hún tekur frekar einn vinkil í einu. Þannig skil ég þetta hjá henni. Hún sér kannski ójafnvægi einhvers staðar og þá vill hún draga fram hinn pólinn. Og ég held að það sé óráðlegt að taka því sem einhverjum heilugum sannleik og einhverju einni línu sem að hún er að leggja og svo þannig séu hlutinni bara. Eins og varðandi fjárhagsaðstoðina og margumrætt spark í rassinn. Ég held að hún sé ekki að leggja til að það sé gert kerfisbundið að það sé farið og sparkað í rassana á öllum sem eru á fjárhagsaðstoð hérna. Kannski frekar að tala að og nú er ég hættur að ávarpa hana sem borgarfulltrúin Björk Vilhelmsdóttur. Ég vona að það sé í lagi.
að ég missi mig út í það. Þetta komið á pínum persónulegum nótum eins og kannski við hæfi. En það sem ég var að segja var að já, hún kannski að benda á það að sumir þurfi kannski aðeins öðruvísi nálgun en fyrir að fá núna. Ég var fyrst alveg hjartanlega ósammála þessu og fannst þetta ekki sniðugt, þessi framsetning. En það mér fannst mjög sniðugt hvað þetta hreyfir við fólki og færi það til að tala og færi það til að ræða sína á milli, sína skoðanir á þessu mikilvæga máli. Nú ég í gangi á Facebook til dæmis hópur sem heitir Pírataspjallið. Þar ræðir fólk sem í þeim flokki og jafnvel fólk sem ekki í þeim flokki og hefur bara áhuga á því sem þarna að gerast. Allt milli himins og jarðar og ég held að það hafi sprottið upp helgina 10 mismunandi þræðir bara þetta og mikil gerjun þar og þetta hreyfir klárlega við stefnumótun hjá okkur og nauðsynlegri stefnumótun innan borgarinnar. Og svona á akkurat þessum diplómnótum þá held ég að nú ég nýkominn inn sem varamaður í velferðarráði. Ég var aldrei þess heiðurs aðnjótandi að sitja fund með Björk og mun ekki vera það. En ég held að í velferðarmálum þetta eins og þegar fólk að meðhöndla og koma fram í þarna fólk og kannski að leiðbeina því bland við að hjálpa því. Þetta ákveðin jafnvægislist sem að snýst held ég lexíuna í æðruleysispæninni, vitið sem að þarf til að greina milli þess sem að maður getur breytt og þess sem maður getur ekki breytt. Það svolítið það sem að ég held að borgarfulltrúinn Björk Vilhelmsdóttir sé að reyna að feta og við sem að látum okkur þetta varða séum alltaf að reyna að feta. Hvar jafnvægispunkturinn? Hvað hentar hverjum og einum? Hvenær maður orðinn meðvirkur með fólki í því að það sé að hegða sér á hátt sem að skaðar sjálfan sig og hvenær maður farin að skipta sér ómikið af því? Hvenær maður farin að reyna að hafa vit fyrir því þegar það sjálft ætti að vita betur? Og þetta nú eiginlega bara held ég pólitíkin almennt. Held að snúist aldrei hvar mörkin þannig eru dregin, hverju á að stjórna og hverju ekki á að stjórna og hvernig stíllinn á því og ég held að það sé mikilvægt að því komi stór og fjölbreyttur hópur kjörinna fulltrúa og almennings og flokksfélaga og allir láti sig þetta varða með einum eða öðrum hætti af því að úr fjölbreytninni held ég að spretti einhvers konar jafnvægisvegur og ég hef full trú á því. Svo að því að borgarfulltrúinn Björk Vilhelmsdóttir minntist aðeins á mína eigin sögu í þessu viðtali. Ég kunni að meta það að þó ég hef nú ekki beðið það sérstaklega að vera dreginn þar inn, þá hef ég nú tjáð mjög það sjálfur. Mín saga akkurat dálítið með þeim hætti að ég reis upp úr miklum erfiðleikum og nú komið hingað nú. Það hugsanlega ákveðin tegund að geðveiki að taka þátt í pólitík. Ég held að fólk hafi ýmsar skoðanir á því. En öðrum þykir þetta mikil virðingarstaða. En þetta vissulega mikil ábyrgð og álag. Ég held að það sé óhætt að segja það. En það hjálpaði mér að hafa alltaf óbilandi trú á framtíðinni og því að tilvera mín hefði einhvers konar tilgang og merkingu og það dreif mig áfram svona sjálfsdáðum. En þess vegna var alltaf gott að fá þann stuðning og var það sem að skipti langmestu máli í stuðningi kerfisins. Það var persónuleg nálgun fólks sem að nálgaðist mig sem manneskju en ekki eitthvað tannhjóli í einhverju kerfi eða eitthvað viðfangsefni. Það eitthvað sem að kostar ekki neitt en samt stundum horft framhjá því miður. Og það bæði samfélagslegt vandamál og kerfislegt og ég lít á það sem eitt af mínum helstu verkefnum í pólitík að reyna að breyta þessum þangagangi og kann henni borgarfulltrúanum Björk Vilhelmsdóttir á bestu þakkir fyrir það að ég held að hún standi fyrir það líka og ég óska henni velfarnaðar í komandi störfum og vona hún sparki í einhverja rassa þarna til Palestínu. Takk.
Halldór Auðar Svansson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Þá tekur næsta máls borgarfulltrúi Kristín Soffía Jónsdóttir. Og forseti tekur fram að það eiginlega ómögulegt að gera kröfur hefðbundin fundarsköp hér og leyfir borgarfulltrúum að ávarpa Björk Vilhelmsdóttir borgarfulltrúa með sínum hætti. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, takk kærlega fyrir þetta. Forseti, þetta mun gera þetta allt miklu auðveldara. Það svo skrítið þegar maður komin að því kveðja, þá fer maður svolítið að fara yfir söguna og ég upplifi að Björk hafi verið eina af þeim manneskjum sem ég unnið mest með sín. Ég byrjaði vinna í borgarstjórn fyrir 5 ára síðan og það var ekki fyrir ég sat inn áðan ég fatt að ég og Björk höfum aldrei setið saman einu einasta ráði, ekki einu einasta starfshópi og ekki einu einustu nefnd. Og það ekki núna sem ég er raunin að fatta það, að við höfum alltaf vunnið mjög náið saman. Ég rúlaði þetta inn á sama tíma á Bestiflokkurinn og líka var kannski, algjörlega óreind og splungun í og fyrir mig var það gríðarlega mikilvægt að hafa Björk sem fyrirmynd. Bara til að sýna það að maður þyrfti ekki að vera með handastöðuna í lúþer, að nota flókin orð til þess að vera góður borgarfulltrúi, að það mikilvægast að væri hugsanlega bara að halda í hreinskilnina og vera maður sjálfur og þannig að vera bara svona sterk fyrirmynd fyrir mig í einhvern veginn að þegar maður var að byrja hérna ungur og reyna einhvern veginn að fóta sig að því hvernig maður ætti að haga sér sem pólitíkus. Síðan ákvað Björk að fara í prófkjör til alþingiskosninga og hún spurði mig hvort ég vildi verða kosningastjórinn sinn. Og ég benti á að ég hefði aldrei farið í prófkjör, hefði aldrei unnið að neina einasta prófkjör, hefði enga reynslu og ég var hugsanlega lélegasti manneskja í heiminum til þess að fá sem kosningastjóra. Og hún hélt að hann fannst það alls ekki, ég heiti bara hreinskilin og við varum góða vinkonum, við getum ábyggilega gert þetta á okkur skemmtilegan hátt. Og síðan fórum við að vinna að prófkjörinu og þetta var ábyggilega krútlegasta prófkjörsbaráttu sem við fyrir haldin. Björk vissi nákvæmlega hvar aðstoðarhópurinn hennar var, þannig að við þurftum að finna prófkjörsskrifstofu sem fullt aðgengi og gott aðgengi. En það var líka þannig að það voru alltaf fleiri fatlaðir en ófatlaðir inn á kosningaskrifstofuna að hjálpa okkur. Stundum var þetta pínufyndið. Þetta voru ábyggilega skemmtilegust útrýmingar sem hafa átt í stað í nokkru prófkjörsbaráttu. Slagorðin sem ég og Björk vorum tvær að kokka upp saman voru stundum svo hræðileg og hræðilega hreinskilin að þeim sláu ekki í gegn. Og þegar Björk ákvað að nota orðið aumingjaást í einhverju sjónvarpsviðtali þá varstu að báðum alveg frábær hugmynd og fólk myndi bara kynna að meta svona hreinskilni. Það var ekki raunin. En það líka gekk þetta ekkert alveg eins og við ætluðum en við Björk náðum satt góðum árangri og það var alltaf mjög mikil ást í þessari kosningabaráttu og nógu góðum mat og mikið hlegið. Þannig að ég lærði mjög mikið af þessu en ég held hugsanlega að þá hefði hún getað náð betri árangri með einhvern annan en mig með sér liði en við gerum okkar besta. En það er bara búið að brjálæslega gott vinnu Björk og ég ætla ekki að sakna hérna því ég ætla að halda áfram að hitta þig. Þannig að bara takk fyrir. Kristín Soffía Jónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Þá er Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, næstur á mælendaskrá. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Það er alltaf svolítið svona sérstakt að vera að kveðja en samt ekki að kveðja. Björk ætlar að yfirgefa þennan vettvang af fúsum og frjálsum vilja. Við ætlum að greiða atkvæði með því að því að hún fer fram á það. Ég kynntist Björk nokkrum árum áður en að ég tók sæti í borgarstjórn hérna fyrir rúmu ári síðan. Og ég man að eitt af því fyrsta sem ég hugsaði að því að svona í fyrsta skipti sem ég talaði eitthvað við hana alvöru, þetta var auðvitað á vettvangi sambandsins, þá voru við miklu margmenni og það var mikil hávaði. Og ég hugsaði með mér, hún Björk er góð í hávaða. Hún er svo góða rödd til þess að tala við þegar hún sker sig úr og maður heyrir vel í henni. Og hún sker sig úr og maður heyrir líka vel í henni þó hún sé bara með viðtal sem eru stafir á blaði. Þá heyrir maður einhvern veginn röddin hennar í gegn. Forsíðu viðtalið í Fréttablaðinu var gott. Það var hraustlega mælt það sem að Björk sagði þar og þar voru mikilvæg ummæli sem að við eigum að halda áfram með hérna við stjórn borgarinnar og vinna úr. Þannig ég vil bara segja það að fyrir mitt leyti að þá hef ég í þau ár sem ég hef starfað með Björk á vettvangi Sambands íslenskra sveitarfélaga og svo á vettvangi borgarstjórnar. Það hefur verið gott samstarf. Og nú stend ég hér og er að kveðja Björk á öðru sinni vegna þess að það var stjórnarfundur á föstudaginn.
þar afhendi ég fyrir hönd stjórnar og starfsfólks sambands Íslenskra sveitarfélaga henni Björk veglegan blómvönd. Við vorum í blómabænum Hveragerði þannig að það kom sér vel. Og nú segi ég Björk öðru sinni, ágæti borgarfulltrúi, fráfarandi borgarfulltrúi Björk Vilhelmsdóttir, hafðu bestu þakki fyrir samstarfið, gangi þér sem allra best á þeim vettvangi sem að þú kýst þér. Það sem að ég veit að mildi og mannúð eru þín kjörorð, þrátt fyrir að stundum komi svona smá harka inn á milli. En skilaboðin eru alltaf skýr. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá er Áslaug Friðriksdóttir, borgarfulltrúi næsta máli dagskrá. Forseti og kæra Björk. Ég ætla náttúrulega að segja nei við þessari tillögu. Því að mér finnst þetta bara alveg fáránlegt og sérst að yfirgefa okkur. Við erum að missa alveg hrikalega mikið vit og kunnáttu einhvern veginn út úr þessum hópi. Þrátt fyrir allt sem að þú heldur fram, þá er það þannig. Ég man eftir því fyrst þegar ég kynntist þér. Ég er algjörlega hægt að fara eftir öllum reglum hérna í þessum sal. Að þá tók ég sæti inn í velferðarráði þar sem þú hafði náttúrulega áður verið. Og sko, þú ert náttúrulega alveg einstaklega skemmtilegu karakter. Það er bara svoleiðis. Og allt í einu þegar maður kannski allir voru að lesa eitthvað, þá allt í einu er bara svona eldgos í Björku. Og allt í einu bara verður hún brjáluð og tekur eitthvað brjálæðiskast og byrja bara að skamma alla og við bara sitjum þarna og vitum eiginlega ekkert hvað er í gangi, sko. Bara, og þá allt í einu bara fattaði hún það að bara embættismennirnir voru ekkert búin að gera neitt sem að hún hefði verið að biðja um á síðasta fundi og þar síðasta fundi og það var ekkert búin að hlusta á það sem verið var að tala um og hérna, þetta var svona, þetta verður alltaf svona, sko, eins og bara allar hömlur fari burt og það streymi bara og gussist einhvern veginn út allt sem þarf að koma út. Og í fyrstu, sko, svona fyrsta velferðarráði var bara alltaf alveg bara, shit, skilur, nú verður allir brjálæðir. Og það kom alveg fyrir að allir eru brjálæðir og móðgæðir og sárir og það þurfti alveg að fara fram og taka fundarhlé og svona, hei, þetta bara óvart kom út mér, sko. Þannig að, en svo vöndust allir mjög mikið einhvern veginn þessum vinnubröðum og leið einhvern veginn verður þetta bara þægilegt því að maður bara fær það bara alveg upp á borði nákvæmlega hvað Björk er að hugsa og hvað hún ætlar að gera og hvað henni finnst og hún bara er alveg til að hjóla í þá sem henni finnst ekki verið að standa sig. Þannig að talandi hérna þetta náttúrulega algjörlega einkennandi viðtal fyrir þig sem kom hérna út fyrir helgi. Það sem bara skellurinn mikli bara allt í einu, allir fengu að upplifa hann, sko. Þetta var náttúrulega algjör kveðju athöfn, bara svona alveg, þú veist, ég náttúrulega gæti ekki að brosa allan föstudaginn, fannst náttúrulega ég vera búin að vinna allt, sko, allt málið, en ég veit alveg var ekki þannig. Við hefum náttúrulega verið sammála svo lengi í svona stærstu málanum þarna og ég veit alveg að þú ert búin að reyna að berjast fyrir því að eitthvað gerist og það hafi ekki gengið eins og okkur tveimur finnst að eigi að ganga. En svo ætla ég líka að þakka kærlega fyrir það. Við hefum sátum allt síðasta kjörtímabil á löngum fundum áfrýjunarnefndar þar sem að við þurftum að fara yfir mjög persónuleg mál íbúa Reykvíkinga og fjölskyldna og þá var náttúrulega alveg dásamlegt að geta gengið af þessum kunnáttu þinni og bara hvernig í raun og veru við gátum myndað einhverja línu hvernig maður fyrir þessi mál því það er ekki auðvelt, það er bara mjög erfitt og maður gleymir oft á tíðum til hvaða ráða er hægt að taka því að þetta er svona, já þetta er eiginlega erfiðara en öll líklega störfin hugsa ég hérna í borgarstjórninni. Þannig að það var alveg rosalega gefandi að fá að fylgjast með því og ég þakka kærlega fyrir það. Og svo bara ég er náttúrulega eftir að sakna þín alveg svakalega mikið og bara skemmt þú þér samt alveg hrikalega vel. Sendu okkur póstkort á Facebook og við munum náttúrulega fylgjast með þér
og að sjálfsögðu nota okkar ítrustu spillingu þannig að þú verið ráðin sem fyrst hingað aftur. En takk. Áslaug Friðriksdóttir, borgarfulltrúi, við lokið máli sínu. Þá Júlíus Vífill Ingvarsson, borgarfulltrúi, næstur á mælendaskrá. Forseti, ástkæra borgarstjórn og elskulega Björk. Nú er búið að segja svo margt fallegt þig, elsku Björk, að það er útilokað fyrir það að skipta skoðun og koma aftur. Ég var bara, það er ýmslegt sem rífast upp því að hlusta fólk hérna segja frá sínum samskiptum í gegnum tíðina við þig. Og þá rífiðast upp fyrir mér að við vorum saman í stjórn Faxaflóa. Og þá ákváðum við það í stjórninni að við skildum opna þessa grænu skúra sem voru verbúðir og breyta því í veitingahús og gera það eitthvað skemmtilegt og það gekk eftir eins og með þekkja. Og við vorum saman í því og við ákváðum þetta og auglýstum og svo fann ég það að Björk var ekki alveg sátt. Hún var ekki alveg að treysta þessu ferli. Hún hélt að það væri eitthvað svona, það væri einhverjir þarna fyrir aftan sem að væri að bíða eftir því að koma af stað og þá hugsaði ég svona sama og Björn Blöndal var að segja úff, hún verður erfið maður. Svo að ég ákvað það, þetta fer enginn í gegnum Björk eins og menn vita, svo að ég ákvað það að biðja Björk að koma mér. Og við örkuðum saman þessa verbúð sem það voru bara skúrar og þar var bara skítur og net og alls konar drast. Örkuðum í gegnum allt þetta húsnæði upp og niður, það var svo fúið að það gæti bara brotnað undan okkur. Og svo fórum við upp á skrifstofu og fórum yfir allar þessar umsóknir þeirra sem þarna vildu reka fyrirtæki saman. Og þegar við fengum svona smá gólu frá einhverjum trilluköllum og eitthvað svona, þá stóð Björk eins og klettur með okkur. Það sáttu við þetta og gerði þetta með okkur. Og svo sáttu við saman í skipulagsráði, sem var mjög gaman og við þóttum mjög vænt að sjá hvað þú fórst fallega yfir þessi skipulagsmáli hérna áðan og hvað við erum auðvitað sammála þessa hluti, ekki bara þú og ég heldur erum við hér í þessum sal, sammála mikilvægi þess að ungt fólk komi hingað og við sköpum því þau tækifæri sem að þau þurfa að fá til að byggja upp sínar fjölskyldur. Svo vorum við náttúrulega í návist inn á okkar skrifstofum. Hún var ekki inn á skrifstofunni hjá mér en hún var rétt hjá. Og ég minnist þess að einhvern tíma var ég að labba á skrifstofunni nokkuð seint eftirmiddaginn og það er náttúrulega bara alltaf fullu. Björk hann inn í símanum og það sko veður á henni. Það gengur á. Svo ég spyr Friðrik vin okkar hvað er í gangi og að ég náttúrulega held að það væri bara eitthvað stríð í gangi og þá sagði hann, já, Björk er með viðtöl og það var talað til fólk sem hringdi bara á hreinni íslensku. Og svo hef ég náttúrulega líka, að því við Björk erum svo víða saman, í borgarráði náttúrulega núna helst og svo í borgarstjórn, náttúrulega líka séð Björk fella fögur tár yfir örlögum þeirra sem hún er að fjalla Björk, þú ert valkyrja, þú ert stór kona á alla lund, þú hefði getað orðið stórkostlegur söngvari, ég bara heyri það, ég bara veit það, þarf ekki að fjalla það. Nú er það Kristín sem að sér það og er fyrsta konan sem að syngur á La Scala sem er æðislegt og skar aftur til hamingju með það. Ég þakka þér innlega fyrir samveruna, það er skarð fyrir skildi, við söknum þín öll. En við erum ekki langt undan og við erum eftir að vinna saman með einhverjum hætti eða hittast í framtíðinni. Aftur kæra þakkir. Borgarfulltrúi Júlíus Vífill Ingvarsson hefur lokið máli sínu. Þá er Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, næsta mælendaskrá. Frú forseti, borgarstjórn og Björk. Ég ætla bara að koma henni upp og þakka þér kærlega fyrir. Ég myndi nú helst bara vilja segja þetta við svona í persónu þú veist upp á hinum minn á Tjarnargötunni. En mér finnst Björk, borgarfulltrúin, alveg ofboðslega skemmtileg með ótrúlega mikinn húmor og það lýsir sér til dæmis ofboðslega vel í því á síðasta borgarráðsfundi þegar að ég hugsaði, ok, hún er, varðhundur velferðarkerfisins. Svo erum við ekki nýbúin að ljúka umræðinu og fresta ákveðnu máli. Það var bara, já, ég er að hætta. Ég bara, já, alltaf nægt að vera það á fundinum þegar við erum búin að fresta fína málinu. En
það eru líka, þú hefur haft áhrif og þú hefur haft áhrif á mig, þó svo ég hef ekki viðurkennt á og ekkert voðalega mikið fyrir að viðurkenna svona, en nú ég ólétt og auðvitað með að gráta og svona, að þú sagði nefnilega einu sinni í borgarráði þegar ég setti fram einhverja fyrirspurn eða tillögu og segi, heldur í alvöru að þetta sé til þess að bæta rekstur borgarinnar? Og ég hef ákveðið að hafa þetta á bak við eyrað í því sem ég geri. Vegna þess að eitt að spila pólitík, annar að vera fjölskipa stjórnvald og ætlar hann að gera hlutina vel þó okkur greinir stundum á. Og ég hef stundum, ég bara óskar alls eins besta í því sem þú tekur upp fyrir hendur og ég veit að það sem þú hefur sagt verður ekkert einfalt. En ég hef stundum haft svona í flintingum þegar fólk segir við mig einhverja hluti sem ég finnst ómögulegir, þá segir ég, þetta nú bara svo komist friður á fyrir botni Miðjarðarhafs. En ef það einhver sem ég treysti til þess að fara þarna niður og breyta hlutunum, að þá það Valkyrjan Björk Vilhelmsdóttir. Þannig að ef einhvern tímann haft trú á því að það skapist friður fyrir botni Miðjarðarhafs, þá það því þessi kona að fara þangað. Takk fyrir. Sveinbjörg Birna Sveinbjörnsdóttir, borgarfulltrúi, lokið máli sínu. Þá Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, næstur á mælendaskrá. Já, forseti og ágæta borgarstjórn. Mér datt í hug það orðatiltæki, ég held að sé einhverju ljóði, ég veit það ekki alveg, ég veit það kannski einhver, það segir að finna til í stormum sinnar tíðar. Þetta svo magnað og stórt og Björk þannig að því hún algjör andstæða við það að vera einhvern veginn andvaralaus og hugsunarlaus og finna aldrei til, heldur einhvern veginn bara svona kaldur útreiknaður, undurförull og allt þannig. Og ég var vitni því bara svona bókstaflega hvernig Björk finnur til í stormum sinna tíðar þegar ég satt fyrir aftan hann í Tjarnar bíói þar sem Andri Snær var að halda fyrirlestur, stórkostlegan fyrirlestur. Og þá var það bara eins og heill Dettifoss sem einhvern veginn streymdi frá Björk í táramagni frá báðum augum hægur og vinstri. Það voru ótrúleg tilþrif og ótrúlegt vassmagn sem einhvern veginn leystist þar. Og bara stórkostlegt og svo eitt sem ég man líka að því að það ekki bara hvað þú ert gríðarlega mikið tilfinningabúnt sem að ég einhvern veginn bjóst ekki við þegar ég hitti þig fyrst og en það líka skynsemi og ég man það bara svo það sér við upp að það er mikilvægt á mig að þegar að ég eins og sumir fleiri var að byrja þessari borgarpólitík fyrir rúmum 5 árum og þá var fljótlega verið sett á laggirnar nefnd svona sem var sambærileg við rannsóknarnefnd Alþingis til þess að skoða starfshætti borgarstjórnar hvort að þar hefði verið allt með réttu lagi og bara mjög mikilvæg skýrsla gerð. Og á einum fundurum þar sem vorum að ræða við skýrsluhöfunda þá var farið að ræða spillingu og þá uppgötvaði það að maður hefur ég hafði haft mjög grunna hugmynd spillingu því að það sé einhvern veginn bara það séu mútur og kannski að redda frænda sínum minnu einhvers staðar, eitthvað svoleiðis en þá sagði Björk Vilhelmsdóttir nei, spilling í starfi borgarfulltrúans, það fyrst og fremst það að segja aldrei nei. Og að það útskýrir það ekki frekar, en ég hef oft hugsað þetta og það nefnilega getur oft erfitt að segja nei, af því að þá verður óvinsæll. Og þetta getur auðvitað verið bæði sem sagt bara hinn almenna starfa borgarfulltrúans en það getur líka auðvitað bara verið í sínum eigin pólitíska flokki eða gagnvart félögum sínum í borgarstjórn að vera alltaf jámaður, það er einhver tegund hugarfarsspillingar og þannig að þessi setning þín hún hjálpaði mér að skilja svona ákveðina fletu á þessu máli öllu saman. En ég ætla ekki að segja meir það, en það svo sannarlega mikill söknuður af þér, Björk,
og mjög í þínum anda og alveg stórkostlegt þessi skref sem þú ætlar að fara beint til Palestínu, bara síðan vinna sem félagsráðgjafi og ég sé einhvern veginn engan annan en þig einhvern veginn taka nákvæmlega þessu skref. Takk fyrir allt, Björk. Borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson hefur lokið máli sínu, fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs. Hér liggur nema háttvirtur borgarstjóri kannski gerir grein fyrir bókun undir þessum lið sem er komin í. Forseti, ágæta borgarstjórn, það er að vísu nokkuð óvenjulegt að bóka þegar borgarfulltrúar biðjast lausnar, en ég mæli fyrir svo hljóðandi bókun. Borgarstjórn þakkar Björk Vilhelmsdóttur fyrir framleiðina til borgarstjórnar og borgarinnar undanfarin 13 ára. Áhrifa Bjarkar mun gæta hér í Reykjavík ókomin ár en ekki síður í þeim verkefnum sem hún mun takast á hendur í framhaldinu og óskum við henni velfarnaðar í þeim. Háttvirtur borgarstjóri hefur lokið máli sínu, fleira liggur ekki fyrir þessum fundi annað en að gera grein fyrir bókunum og taka kannski lausnarbeiðnina til afgreiðslu sem finnst það skipta máli. Við berum þá lausnarbeiðnina upp, hér væri gott að hafa borgarfulltrúa í salnum. Við borgarfulltrúum að vera tilbúna með bókanir, nýta tímann í að hafa þær tilbúnar hér. Já, þá eru allir komnir í salinn og við göngum til atkvæða lausnarbeiðni Bjarkar Vilhelmsdóttur borgarfulltrúa. Þau sem samþykkja hana gefið merki. Þau sem samþykkja hana. Hún er samþykkt með öllum. Ok, þeir sem á móti kunna vera. Hún er samþykkt með 14 atkvæðum gegn 1. Þannig að það.